Góðan dag. Þennan dag spilaði ég Grafarholti í Hermi og þarna stillingar. Ég tek náttúrulega aldrei múlegan og svona stilli vjúið eins og maður vill og svona vanur skil ekkert í því af hverju allir stilli ekki nákvæmlega eins og ég. Af því þetta náttúrulega anyways. Spilum Grafarholti og það ekkert gaman að segja frá alltaf bara þegar gengur vel. Hérna til dæmis gekk ekkert sérstaklega vel. Skulum skoða það. Fyrsta holan og dræfið bara mjög fínt. En þennan dag sem sagt var ég ekki að slá sérstaklega vel. Meðalhraði með dræfur var örugglega svona bara 108 eitthvað svoleiðis. Og járnin voru ekkert spes. Þannig að fylgist með því. Þú er búin að selja þetta vídeo. En já, og svo var þetta svolítið svona. Ég bara hitti ekki þessa hringa, skal ég segja. En svona er þetta. Allan á par þarna. Það er helvíti blóð þetta hérna. Ná ekki birdie í Hermi á fyrstu. En við höldum áfram. Þarna tek ég 9 járn. Stilla hann aðeins að hægra megin á von á smá púlli vegna þess að ég veit bara að ég er ekkert sérstaklega on it. Svona bara adjusta maður. Hérna allt í lagi. Samt ekki, vegna þess að hann var svona 7-8 metrum á stuttur. En þá var það bara að vippa í hringinn og láta sér nægja parið. Ég nota 54 gráður til að vippa svona í kringu flötina. Bara að reyna að halda hann niðri. 60 gráður nota ég svona frá kannski 30-25 metrum og upp í kannski svona 75 metra. Svona oftast en það fer náttúrulega eftir ef það má ekki koma mikill snúningur á boltan, mikill spinn, og þá tek ég frekar 54 gráðurnar, ef ég er í 75 metrum eitthvað, spinnir hann ekki tilbaka. Þriðja brautin, dræfið var ekkert sérstakt. Ég er svona reyna alltaf að fá smá drot til vinstri, þannig kom það ekki. Þá enda ég bara með stutt högg og í röffi og skil eftir þarna einhverja metra. Tek hérna, ég sé ekki alveg hvað ég tek, pitchingmetri eða gapet. Ég er svona 60 gráður, 54 og svo 50 gráður. Þetta var gapetið, 107 metrar. Aftur vinstra megin, par. Þannig að par eftir 3 ár. Ekkert sérstaklega res með það. En svona er það. Stilli svolítið hægra megin hérna. Þetta er maður að fara yfir náttúrulega bara brekkuna í dræfinu á 4 braut. Aftur svolítið svona helstan beinn. Bjóstu smá drói en 240 metrar eitthvað svoleiðis í raffi. Þannig að ekki ideal. Það er svo sem allt í lagi. Bara 6 á þetta. Sexuna tek ég hérna vegna þess að það er 10% tekið af, þannig að þetta var svona 170 metra högg, eitthvað svoleiðis. Óöfn með lendingu, skoppa til hægri, næ ekki hringnum og fæ því bara fugl í þetta sinn. Von, 1 undir, en það von með Sigursteini. Hérna með ég aðeins upp brekkuna tek 2 járnið. Ég sést með driver, mini driver og svo 2 járn og svo 4 járn.
Þannig og svona drega hann aðeins til vinstri. Hefði ekki að drega hann aðeins meira en heppnaðist ágætlega. Tvö jöfni hjá mér svona 210 til 220 og svoleiðis metrar. Svo, hvað er það, 67 metrar. Hérna tek ég 54 gráðuna því ég vil ekki spinna 60 gráðunum á mikið. Ef ég tek mikið á því með 60 gráðunum þá kemur hann tilbaka. Easy 75. Aðeins of easy. Ekki glaður. Þetta var svolítið svona name of the game. Þetta var allt stöngin út í sigurstein í dag. Þannig að þá þarf maður að taka 54 gráðunar og bara og júlunum hann upp inn í hringinn. Hófst. Þannig að það er par. Næst er par 3. Svolítið mikið niðri móti sem er skemmtilegt. Við aðeins hægra megin því ég veit ég mun líklega spúla hann aðeins, tek hérna bara 8 á þessa 155 metra sem náttúrulega var ekki kannski rétt val. Mögulegt að taka fulla 9. Reyndi að taka eitthvað af 8-unni, en þetta er bara algjört klúður. En svo sem auðvitað upp eftir þá bara ná hann með yfir þetta röff hérna. Vegna þess að röffi í herminu er náttúrulega bara gjörsamlega snarstoppar allt. Og hérna er það svo kjút, næði ekki eins og hringnum skolli. Ótrúlega pirraður á þessum tímapunkti en þegar við varum búin að spila golf í 37-38 ár. Við erum vanur ups and downs. Þá tekum maður bara næstu braut sem er easy par 4. Reynir að refsa dræfinu. Hérna vil ég draga hann aðeins til vinstri með brautinni. Næði því ekki. Það er rauninu bara beint högg. Allt í lagi, en ekki höggi sem ég vildi. Aðeins út í. Það er 246. Það hefði æslega fyrir svona 270. 63 pluss 10%. Þannig að þetta er svona tæplega 70 metrar. Og þá vandast máli. Á ég taka fullar 60. Eða á ég taka bara easy 70, easy hérna 54 gráður. Þarna tók ég fullar 60 og reiknaði með smá bakspunna. Ótrúlega sátt þá gekk það eftir. Og hérna eftir bóki á síðustu braut þá fæ ég fugl hérna til að rétta mig við. Og þá er komið að einnig feiki skemmtilegu 8. braut í Grafarholtinu. Það er alltaf skemmtileg, tek tight línu og langar svona aðeins að draga hann líka, draga hann aðeins inn. Og hérna þá erum við líka að ná gríninu. Fínasta drive, þannig svona aðeins að reyna að koma til vinstri en ekki alveg nóg. Má bara stoppa þarna sem hann alltaf gerir ekki. Fer í bunker. En það er alltaf leið verið bunker svo sem. Það er bara 60 gráður, 60 gráður yfirleitt úr bunker. Og hérna svo sem bara auðvelt við þannig séð. Not today, my friend. Skil hann eftir stuttan og fær bara þessa braut sem er alveg ekki til eftirbreytni sko. Ég hlæ, bros í kapp, hlæ með sjálfum mér hvað ég ekki eiga
daginn í dag. En þá var það bara búið og þá var það næsta og þá var refsa maður bara drefinu. Ég ætlaði svo heldur betur að negla sko. Svo dilla rassinum, tek skrefi góða, wham, bam. Tókst ekki. Ekki góður hraði, kannski svona 106, ég veit það ekki. Þetta bara 250 metra út í röf. Hvað var það? Hvað hraði var það? 108, svoleiðis. En svona er það. Þetta er samt fínt. Þetta eru hvað 88 pluss 10%. Þannig að þetta er svona 95 metrar á stæðin fyrir að rembast með 54 gráðum og fá alltaf mikið bakspunna og tekið hérna Gap-Edge 54 sem er svona 105 til 115 kg. Teka aðeins af högginu. Þá fer hann til vinstri. Og það er bara svona ok, whatever, move on, par. Eftir 9 hólur var ég 1 undir pari. Oft verið betri. En líka verið. 10. hóla, 9. og 10. er svolítið skemmtilega dræfhólur. Getur maður svolítið svona, það er vítt til veggi, það getur maður svolítið nelt. Þó það hafi nú ekki hefnast vel þennan daginn að negla. Merkilegt hvað maður getur nelt mikið en samt bara er hraðin ekkert mikill. En svona er það. Samt næ hérna dróðinu svona sem ég er að fiska eftir yfirleitt. Og bara hættast það ágætlega. 280 metrar. Náttúrulega niður í mundi. Skilur eftir bara Pinky Pons 76. Þannig að það er bara 54 gráður. Þannig að again 60 gráður myndi spinna og mikið tilbaka. Hvað gera bændur? Easy 54. Reyna að ná þess að hring. Stoppaði. Stoppaði ekki. Stengir út. Þannig að það er bara par þarna. Og var gaman þegar það er stöngin inn og þeir stoppa inn í hring. Þá getur maður alveg farið 5, 6, 7 undir. Þetta er þessi fræga par 3 11. hóla. 7 járn hérna. Sá að þetta var sko, ég var að velta fyrir hvort ég taka 8-una. Mid-swing nánast, þannig að ég tók þá bara easy 7, vel púlað til vinstri. Það sem gerist ef maður er ekki svona confident með höggið og ekki búinn að ákveða höggið einhvern veginn. Það er alveg ótrúlegt, þetta er það sem ég er að berjast rosalega mikið við hérna. Og hann bendir, þá ætla ég að lenda. Það sem ég er að berjast við í hausnum, mentalitetið. Þetta er svo sem ekkert, jú, þetta er náttúrulega feikilega erfitt vipp og náttúrulega klúður af því. Og fer svo leka af grínir. Það er umrætt, ekki góð tilfinning. Þannig ég þarf að ná þessi inn í hring fyrir skolla. Miðað vel hægra megin. Og það hefst skollin veruleiki. Þannig að þá er ég bara komin á parið aftur. En þá er komin 12. sem er ótrúlega skemmtileg dræfhóla. Stilliði miðið vel til vinstri. Náum yfir allt draslið. Það er það sem ég ger líka í rauninni bara á vellinum sjálfum. Maður lendir aldrei á vandræðum þarna, maður finnur bara boltann ef maður næri ekki yfir. Og hérna, oft er að svaknaðist þegar þið breyta þessari braut, hvað eftir 1-2 golfsumur. Það er ekki þetta val. En það er sérst verið að vinna í breytingum á 10., 11. og svo byrjar á 12. eftir smá. Hefnast bara vel, 200 og eitthvað, 266, eitthvað slags, 141 metri eftir. Það er það bara 9.
og vegna þess að mér finnst þetta grín, maður er vilt eitthvað ólangur hérna, þannig að ég hugsaði bara ok, ég er ekki búinn að vera á boltanum, þannig að ef ég næ ekki þessu fullkomna höggi sem er mjög líklegt, þá er þetta bara á gríni og aðeins stuttur. Í staðinn fyrir að vera púlandi vinstri þá allan er þetta beint og jú, aðeins stuttur. En nýjan hjá mér er svona 30 og 2 til svona 145 sko. Þetta er vitnisburður hvað ég var ekki sérstaklega ná syngi og svona umfi í öllu. En það var fugl, engar síður. Þá er ég komin aftur einn undir. Þessi hóla er svolítið svona gefins. Þetta er bara auðvelt dræf og margir taka nú eitthvað minna en dræfir hérna. Þú vilt ekki fara upp í brekkuna. En í hermi þannig alltaf bara neglir maður á hvað sem er. Og ekki einu sinni gott högg, 240 sem er ekkert sérstaklega gott. Það skiptir engu máli. Tökum við bara 54 gráðunar, eða hvað er þetta? Það var líklega 60 gráðunar. Þarna ákvað ég að taka 60 gráðunar og fara aðeins lengra bara en hólan er og spinna þess tilbaka. Það heppnaðist ekki alveg nógu vel, eins og við sjáum. Vantar kannski svona 5-6 metra lengra með 60 gráðuna. Nú eða taka bara 54 gráðunar og spinna ekki svona mikið. Again, þetta er allt spurning mal. Það er bara 54 gráðunar og vippa inn í hringinn. Par, move on. Það var önnur, næsti braut er líka svona svolítið svona gefins ef maður er eigið á venjulegan dag. 15. hólan, 14. hólan, bara 4 niður móti stilli dræfið í hægri kant brautar og er eins og bara að rippa. Heppnaðist ekkert sérstaklega vel vegna þess að hann kom ekki neitt droð. Hékk og brostna stoppaði eftir 253 metra en náttúrulega geggja dræf sko í hinum raunverulega heimi þannig en ekki hermi. Þetta er 46 metra, ég tek 60 gráðunar og ég ætla nú að ná þessum hring for once. Það skuldar, öllum skulda með nokkur og stuttur, þannig að hann lendir í bakkanum og skoppar yfir allt drasli. Stöngin út. Þá mæti Sigursteinn Fjúminn á 15. braut. Skemmtilegt, þetta er signature hole. Ótrúlega gaman að dræfa þarna. En ég tek nú bara 2 járn hérna svona úti og plassar hann á milli bankarina en í hermið að negla maður bara á þetta. Næ ekki dróðinu mínu, helst bara svolítið beinn. Næ því ekki mikill lengd. 300 metrar er skemmtilegt þarna en 270 eitthvað er svona, það vantar pínu á. Þetta var bara 108 miles per hour. Þarna var hann á pæla sko, 196, 195 til að ná yfir. 210 metra högg. Það er kannski svona fjarki eitthvað svoleiðis en ákvað að taka 2 járnið þannig að ég er ekki búinn að vera on it bara svona til að ná yfir helvitis vatnið örugglega. Nei, ekki góð höggi. Feitt högg. Vantaði 10-15 metra. En maður er ekkert eitthvað að play it safe í herrlega, skilur við, þó maður viti maður er ekkert on it, það er hann alltaf vonst eftir að kick in, sko, og það bara var ekki að kick in þennan daginn. Þannig þá var það bara víti. 4. högg, 60 gráður, taka hann svolítið ofalega, fá hann stoppið fyrr. Það hefnast nú ekki sérstaklega vel.
en heppinn og endar í hring, ótrúlega satt. Og næ pari. En ég ennþá, hvað ég? 1, 2, 3, já, ég 1 undir. 1 undir þegar ég stend á 16. teig. Aldrei farið í vatnið. Miðað á aldrei. Það nú rútími. Þannig að ég segja sko, ég miða alltaf á vatnið. Af því ég fer aldrei í vatnið. Ég hef aldrei farið í vatnið, aldrei farið í skurði eða vatnið en neitt hérna. Ég vil alltaf vinstra með vatnið. Og það svona klassískt þegar maður nefnir það á nafn, að þá gerist það. Ég alltaf búinn að vera ekki að ná þessu drói, þannig að nú það bara ennþá verra. Og búinn að sætta mig við svona svolítið mín örlög þennan daginn, einhvern veginn. Í skurði en ég get svona valið play it as it lies, þannig að það ekkert víti. Ég tek bara mitt högg hérna onni lúxus. Get ná parinu með góðu höggi. Nei, alls ekki góðu höggi. Ekki í rauninni bara það sem ég átti skilið. Refsingu. En ok, þá tekum við bara 60 gráðurnar og floppar yfir hérna bunkarinn, easy. En nei, sköllan yfir. Allt og eitthvað svona nervus sveiflur, hratt aftur, hratt fram. Og kórunardaginn. Verður sama hér og hraður. Lendir þarna og framalega og rúlar yfir. Tvöfaldur skolli, það mjög sjaldséð hjá Sigursteini. Tvöfaldan skolla í hermi. Þarna ég á þessi tímapunkti 1 yfir par. Stefnir hitt í þarster. Hækkun í forki og allt. Tökum Þetta er náttúrulega gamla 17. börðin. Tökum sjöuna á 160 okkar metrum. Stilla hann aðeins hægra megin. Negli. Og þegar maður fully committar þá næði maður bara svona góðum höggum, svona venjulega höggi. Þú veist, þetta er bara ótrúlega að maður skulle ekki gera þetta alltaf. Fugl, easy. Komin á parið, 1 hola eftir. Held ég sé bara að segja sloppin. Sloppin úr svo hring. Nei, það er 1 hola eftir. Þannig að 1 hola til að fokka upp yfirbót. Þannig að þetta hefur verið svona minn off dagur. Gaman að sýna frá því líka. Ekkert gaman að sjá bar þegar vel gengur. Dræfið bara once again, næ ekki dróinu mínu. Helst út til hægri. Hendi í röffi. 232 metrar. 106 pluss 10%, þetta er 116 metrar. Það er bara pitching wedge. Hann er svona upp í 125 metra. Þannig að þá gat maður bara tekið easy pitching wedge sem hann hlaðis ekki málið vegna þess að eins og ég er margótt búinn að segja, þá gerist bara eitthvað svona. Maður á nú að bara eiginlega gera betur. Og maður ekki easy högg, það verður ekki alltaf púlandi vinstri en maður er bara ekki betri en þetta. Þannig að þá þarf maður bara að vippa í goddamn hringinn. Verður að vippa vel vinstra megin og láta hann leka í. Og rétt meika það og enda á pari og allar. Sem er mjög leiðilt skor fyrir mig og með mína fórgjöf. En svona er það bara. Gaman að þessu. Ég segi bara þangað til næst.